Eða sem dómar ársins, hvað það? 9 tímabil í röð eða eitthvað? Já, líklega rétt. Ég held að þetta sé í 14. sinn alls. Það getur passað þér. Hvað þú veist, hvað þetta gerir til að ná þessu verðum? Það bara sífellt að reyna að öra sjálfur sér í að halda sér í formi og halda sér á tánum og meðan maður er í þessu. Og þetta er ekki sjálfgefið að halda heilsu þegar maður er líka aðeins að eldast, sko. En bara reyna að vera bara í tóformi og vera bara svona up to date, sko. Það er mjög mikilvægt. Nú erum við komið undan mjög skrýtnu tímabili ætla ég að gefa mér. Hvað mikið verið að tala leikmenn og sjálfboðaliða og þetta hafa verið mikið álag, en þetta hefur verið álag á dómarastéttinni líka. Jú, ég heldur betur að þetta búið að vera mjög erfitt, bæði andlega og líkamlega og svo lenti ég nú í því í 1. desember. Ég fekk COVID á megninu af allir fjölskyldunni minni, þannig að ég tók þann tóll út, sko. En það var nú hlé hjá okkur. En þetta bara búið að reyna mjög mikið á þessi stopp og byrja aftur. Og bara ekki sérstaklega bara líka andlega, sko. Maður er búinn að fara alveg upp og niður í djúpa dali, sko. En það er bara geggjað og þeim bara þakka að hafa tekist að klára tímabilið og öllu sem kom að þessu. Virkilega vel gert, sko. Þú hefur dæmt í þó nokkur ár, var eitthvað svona sérstakt sem tókst eftir, var þetta þessi úrslit eða þetta tímabil sem hvernig finnst þetta vera að breytast eitthvað boltinn? Já, svona, mér finnst náttúrulega alltaf að vera meira og meira gæði, sko. Og hvað sem að mönnum finnst fjölgun erlenda leikmann og allt það, þá hafa gæðin farið upp í þessari deild með hverju árinu og við erum alltaf að fá núna líka frábæra íslenska leikmenn, sjá bara Styrmi, verða nú bara að nefna hann, sko. Hvað hann er búinn að blómstra og fleiri sem eiga hróskilið að þeir hafa stigið upp, sko. Og það er það aðalega sem að liðast frábært að við erum að fara bara upp í gæðum, sko. Verðlaunin í 9. skipti í röð, þetta getur nú samt ekki orðið þreytt að fá svona verðlaun og það hlýtur að vera ákveðin vítamínsprauta inn í næsta tímabil fyrir. Já, ég held að sé nú enginn kannski sem fari leið á því að fá verðlaun, sko. En þetta setur líka pressu og ég set pressu á mig sjálfan, sko. Ekki það endilega að vera valið bestur á hverju ári, þetta er ekki þannig, en ég gerir mikla kröfu til mín, sko. Og ég veit alveg þegar ég kem heim og ég þarf að skoða nokkur atriði og er ekki sáttur, ég veit það best sjálfur hvað ég hefði mátt gera betur, sko. Þannig að maður þarf bara að halda sér á tólnum til þess að viðhalda bara að geta dæmt í þessu deild, það er ekki sjálfgefið, sko. Stutt í næsta tímabil, maður spenntir? Ég er spenntur, sko. Ég er alltaf spenntur, annars væri ég hættur í þessu og ég mun taka mig smá, kannski viku 10 daga í smá hlé, en svo bara byrja að æfa aftur og á fullu, sko. Frábært, takk. Takk fyrir.